Skoðum bara hérna tilgátu, við ætlum að kanna tilgátu að hvíldapúlsinn sé frábrugðinn 70. Þannig að ályktanir fyrir meðaltal í einu þýði, svona, og T-punktur test fyrirgefur verið með púls, punktur úrtak, og við ætlum að vinna með fyrri púls og við ætlum að kanna tilgátu að mý sé jafnt á 70 á móti mý er frábrugðið 70 og það gerum við svona. Keyrum það og fáum svona enn og aftur svipað úttak úr öðrum tilgátuprófum sem við höfum séð. Hérna var að vita að þetta er one sample t-test, við erum með hérna að skoða úrtak úr einu þýði. Þetta er gildið á prófstærðinni. T er jafnt á 1,9812. Þetta er fjöldi frígráða. Það er n-1. P-gildið hér er 0,05046. Þetta er hressandi p-gildi og þetta er akkurat ástæðan fyrir því. Ég er nú ekki mikið röflað það, en ég er mun hrifnari almennt af öryggisspilum heldur en p-gildum. Því p-gildi er svona svolítið, ef við notumstu p-gildi svona bara já eða nei. Hérna strangt til tekið þá getum við ekki hafna 0 tilgátu af því p-gildið er stærra heldur en alfa. En í svona tilvikum þá myndum við nú svona kannski ekki alveg vera svo hörð, og hér vantar kannski bara að taka þess að ef úrtakið okkar er svolítið stærra, fengjum svolítið meiri styrk í prófið, þá má vel vera að þetta p-gildi hérna myndi lækka. En öryggisspilið okkar er miklu meira lýsandi. Hérna er 95% öryggisspilið og við munum að þetta gildi í prófstærðin það er 70 og það er hérna rétt innan við, og við sjáum það bara með að horfa á öryggisspilið að 70 er rétt innan á bilinu, það munar sára litlu. En hérna sjáum við allavega er þetta bil þröngt eða vítt og svo framvegis. Þannig að svona öryggisspilið segir okkur aðeins meira heldur en p-gildið. Þetta hérna er úrtaksmeðaltalið. Ég auðvitað taka það nú fram enn og aftur að sem sagt að ég myndi reikna hérna mín púls, púls, úrtak, dollari fyrri púls. Það er þessi hérna, það vantar örugglega eitthvað, þannig ég set hérna r.rm jafnt og trú. Þannig að þetta er sem sagt úrtaksmeðaltalið. Það er ekki mý. Mý er meðaltal þýðisins og við erum að kanna tilgátuna meðaltal þýðisins ef við ekki þekkjum er frábrugðið 70 og úrtaksmeðaltalið notum við vissulega til þess að reikna út gildið af prófstærðinni er 72. Þetta myndum við kalla x bar. Já, þetta er þá komið með þetta. Og þá skulum við skoða ályktaninu mismun meðaltala tveggja óháðra þýða. Þannig að nú erum við sérst komið 2 þýði. Þetta getur verið þýði nemenda í LAN 203 og þýði nemenda í STÆ 209 eða einhverjum öðrum þýðum. Og við ætlum að kanna tilgátur á þessu formi hér. Það sem 0 tilgátan er að mismunur á meðaltölunum er jafnt eitthvað gildi. Þetta er sérst gríski bókstafurinn delta. Og gagntilgátan er þessi frábrugðu þessu gildi hér. Þetta gildi hérna er mjög oft 0 og það er þá jafnt því að 0 tilgátan er bara að mý 1 er jafnt og mý 2, hugsa við getum við lengt hérna eða fært mý 2 hérna yfir, á móti h2 á mý 1 er ekki jafnt og mý 2. En ef við viljum kanna nákvæmlega tilgátuna að munur og meðalhæð í námskeiðanum LAN og STÆ séu 20 cm, þá væri 20 hér. En ef við ætlum að kanna tilgátuna að munur að það sé munur á meðalhæð, þá væri þetta bara 0 og gagntilgátan væri mý 1 ekki jafnt og mý 2. En eins og ég segi, ef það er eitthvað ákveðið gildi að munurinn sé frábrugðinn 20 cm eða hvað nú var sem vorum að tala þá væri mý 1 ekki jafnt og mý 1 mínus mý 2 ekki jafnt og 20 fyrirgefið. Nú öryggisspilið, það lítur svona út, við erum að skoða mismunu á meðaltölum og aftur við getum notað T-próf og T-öryggisspil.
ef þýðin fylgja normaldreifingu og það skiptir þá ekki máli hversu stór úrtökin eru, en við getum líka burt sér frá hvernig dreifingin á sem sagt þýðinu, hvort að þessi eiginleiki í þýðunum fylgir normaldreifingu ekki. Ef úrtökin eru stór og þá tölum stærri en 30, að þá getum við notað T-próf.